Þetta fimmti fundur í þessari fundarröð sem hefur verið hér á Austurvelli og þetta jafnframt síðasti fundurinn í þessari röð. Í gær var 5 ára afmæli stjórnarskrárinnar frá því að henni var stungið undir stól og við erum að leita hennar. Og Katrín Oddsdóttir stödd hér og við byrjum bara að fá hana hér upp. Sögunni að þeirri staðreynd að hér varð hrun og hvað sem Sjálfstæðisflokknum kann að finnast það, þá varð hér hrun. Og slíkar stundir eru gjarnan einmitt notaðar til þess að endurskoða stjórnarskrár í ýmsum ríkjum og við vorum heppin. Við áttum efnahagslegt hrun. Hér vorum við ekki að drepa hvort annað. Þannig að það kann að hljóma skrítið í dag þegar við stöndum hér að Alþingi ályktaði einum rómi 28. september 2010 með öllum 63 greiddum atkvæðum nauðsyn endurskoðunar stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Skiluðu lyklunum, hrópaði prinsinn, þorum við að vera við og taka völdin, eða viljum við gefa þeim vinnufrið, tröllunum bak við tjöldin. Og það okkar veikleiki, okkar sjúkdómur, það þessi vantrú og vanmetakennd og þetta inngróna frekjuleysi í okkur. Akkur erum við svona frekjulaus, akkur kunnum við ekki þessa hægri frekju og svo það þessi fjandans djöfuls tillitssemi. Við létum til dæmis semja stjórnarskrá sem meirihluti þjóðarinnar samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu en leyfðum síðan minnihlutanum að tala hana niður og leyfðum síðan íhaldinu að tala hana út úr þinginu og leyfðum síðan íhaldinu að taka málið af dagskrá af tillitssemi við, já, ég veit ekki hvað, af tillitssemi við lygara sem lofa, af tillitssemi við lítinn frekan minnihluta. Því svo inngróin okkur minnihluta menningin að jafnvel þegar við erum komin í meirihluta höldum við að við séum enn í minnihluta. Kæru vinir, þótt við séum svona í eðli okkar, þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að núna erum við komin í meirihluta. Munið það, næsta laugardag. Þetta okkar staður, okkar stund. Og það tilbúið frumvarp á Íslandi í Alþingi í febrúar 2013 sem hefði verið hægt að leggja fram til atkvæðagreiðslu í því þingi. En það var þá aldrei gert. Amen! Vegna þess að Alþingi skorti hugrekki, getu og vilja í febrúar 2013 til að klára þetta mál. Og hvað hefur gerst síðan? Ríkisstjórnir hafa sprungið, nefndir hafa fundið og ekkert hefur breyst. Þannig að ef við förum bara yfir stöðuna, blákalt, þá hún þessi. Það óumdeilt að þjóðin stjórnarskrárgjafinn. Það þýðir á mannamáli að stjórnkerfið sem við eigum byggt upp þannig að við leyfum löggjafanum að setja okkur lög en við setjum grunnlögin sjálf. Og þjóðin var spurð hvort hún vildi nýja stjórnarskrá og þjóðin svaraði. Og Alþingi hefur hunsað þennan þjóðarvilja að setja okkur nýja stjórnarskrá. Og ég vil segja, það auðmýkjandi að vera rændur af sínum eigin fulltrúum. Við erum rænd þeim rétti að setja þessum sömu fulltrúum leikreglur. En við látum ekki auðmýkja okkur lengur. Ekki sjens. Við skulum muna þjóðgildin, kærleikur, fjölskylda, ábyrgð, frelsi, heiðarleiki, traust, virðing, réttlæti, lýðræði, jöfnuður, jafnrétti, sjálfbærni og hófsemd. Á þessum gildum byggði nýja stjórnarskráin. Við erum hér að ljúka þessari fundaröð, en það ekki þar með sagt að við hættum. Vegna þess að við megum ekki hætta. Við getum það ekki og við viljum það ekki. En nú taka kosningar við og við skulum sjá hvað gerist, en við erum og verðum áfram í startholunum. Það alveg ljóst.